Síðasta mál á dagskrá er skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, langar til þess að þakka fyrir alveg sérstaklega skemmtilegar umræður hérna undan. Þetta er náttúrulega bara málefni sem ég held að sé okkur öllum mjög hugleikið og skiptir samfélagið okkar alveg greiðlega miklu máli. Ef að skólan er í lagi, þá held ég að flest allt sé í lagi og ég held að við getum bara alveg verið mjög stolt af okkar menntastofnunum og skólanum sem eru reknir hérna á Akureyri. Það er framúrskarandi skólastarf, úttektir hafa sýnt það, þannig að við bara getum verið mjög keik og stolt af okkar fólki, okkar starfsfólki, kennurunum okkar og börnunum okkar. Og ég held að þetta ætti að vera mikilvægasti þátturinn í því að sækja fram á íbúðamarkaði, það er að segja frá því hvað við erum með frábæra skóla. Og það á að skipta fólk máli hversu góðu skólanir eru. Og þetta skiptir okkur máli hérna því að þetta er langstæðsti útgjaldaliður sveitarfélaganna. Það eru skólanir. En ágætu bæjarfulltrúar, mig langar til þess að aðeins að segja ykkur frá því hvað er búið að vera á mínu borði síðustu vikur. 5. 4. september þá tók ég þátt í haustráðstefnu Advania og ræddi þar þau miklu áhrif sem uppbygging gagnaversins Atnorð er að hafa hérna á okkar samfélag og nærsamfélagið og fjárfestingar hérna í samfélaginu og atvinnulífið. Og ég held að það bara tekist ágætlega, allavega hef ég fengið töluverta fyrirspurnum og svona kommentum í kjölfarið sem ég held að skipti okkur máli og þetta er risastórt verkefni, 14 milljarðar í fyrsta áfanga er gríðarlega stórt uppbyggingaverkefni, bara Vaðlaheiðargöngin kostuðu 14 milljarða og uppbyggingurinn á Bakka var svona cirka 40 milljarðar og þegar annar áfangi verður komið þá er þetta svona svipuð uppbygging hérna upp í fjalli og vélbúnaðar fyrir 150 milljarða sem er nú heldur betur upphæðir. Þannig að þetta er að skipta alveg ofboðslega miklu máli hérna í samfélaginu. Nú, ég tók á móti ráðgjafanefnd Jöfnunarsjóðs sem var á ferð Norðurland eystra og við áttum ágætisfund bara málefni sveitarfélagsins, þau gera þetta reglulega. Nú nýr forstjóri Landsnets, Ragnar Árnadóttir, kom hingað norður og við Halla Björk Reynisdóttir, formaður skipulagsráðs og forseti bæjarstjórnar áttum fund svona sameiginleg málefni. Nú Erin Sawyer, starfandi sendiherra Bandaríkjanna kom hingað norður og við áttum fund ýmis sameiginleg málefni. Nú húsnæðismál stóð og stuðningsþjónustu bæjarins sem áður hét heimaþjónustan hafi verið til umræði í því með langan tíma en sem betur fer eru við komin á rekspöl með HSN með samtölum þessi mál og erum byrjuð svona undirbúið það að vera undir sama þætti þráttur það að það sé ekki alveg endanlega komið niðurstaða staðsetningu. Nú það er eins og ég sagði ykkur áðan, það hefur verið svona ýmislegt sem hefur komið í kjölfarið á þessari Advania-ráðstefnu. Viðskiptablaðið ætlar að vera með stóra grein uppbyggingu hér á Akureyri og á fasteignamarkaði og í þarna bara í atvinnulífinu. Og í gær þá var alveg ótrúlega skemmtilegt afmælisþing Jafnréttisstofu sem fagnar nú 25 ára afmæli og þar vil ég nú alveg sérstaklega nefna framsögu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, fyrrverandi ráðherra og borgarstjóra og alveg sama hvar í flokki fólk stendur, það hlýtur að bera djúpa virðingu fyrir Ingibjörgu Sólrúnu og hennar framlagi til jafnréttismála í gegnum tíðina og hún flutti bara algjörlega framúrskarandi ávarp, hún er náttúrulega algjör rockstjarna og það var alveg, það hefði verið gaman að heyra meira frá þeim konum sem hafa rutt brautina á undan og hvað þær hafi þurft að takast á við. Mér fannst mjög margt áhugaverð sem kom fram í hennar erindi og ég held að við þurfum ávallt að vera vakandi fyrir þróunni í jafnréttismálum. En hún var algjörlega frábært og það var svo gaman að hlýða á þessa reynslumiklu konu og hlusta á hennar mat og stöðunni bara í heiminum. Þannig að ég vil bara þakka Jafnréttisstofu fyrir það að fá hana hingað norður.
Og ég heimsótti líka leikskólan Kiðagil sem fagnar 30 ára afmæli sínu núna og það er alltaf gaman að koma á Kiðagil. Þar eins og í öðrum leikskólum bæjarins öflugt starf en þar hefur verið örugg og farsæl forysta árabil hjá henni Indu leikskólastjóra og þar voru fleiri leikskólastjórar mættir til þess að fagna afmælisbarninu og foreldrar og afar og ömmur sem komu í tertu í tilefni af þessum tímamótum. Nú bara mig langar aðeins að leyfa mér að vitna í spjallið okkar sem við áttum þarna í gær og það var mjög jákvætt viðhorf gagnvart til skráningadögunum og sem var farið í að innleiða og mér fannst gaman að heyra hvað var jákvæður tónn í málflutningi leikskólastjórn og hvað voru bjartsýnar á komandi vetur. Og í morgun þá hlýt ég afar áhugaverð erindi á morgunfundi Sambands íslenskra sveitarfélaga sem hluti af hátíðarhöldum í tilefni 80 ára afmæli sambandsins og þessi fundur fór fram í Hofi og það var umræðefni lýðræði og starfsumhverfi kjörinna fulltrúa og þið sem áttu ekki kost á að mæta eða hveti ykkur til þess að hlýða á erindin sem voru á fundinum en upptökuna verða aðgengilegar á vef sambandsins. Og það var meðal annars rætt áhrif rafrænna samskipta og mörkin á milli vinnu og einkalífs hjá kjörnum fulltrúum og sveitarstjórum. Og ég alveg viss það að mjög margir kjörnir fulltrúar geta speglað sig í niðurstöðum þessara rannsóknar sem hafa verið gerðar, bæði af Evu Marín Hlynsdóttur, prófessors í stjórnsýslufræðum við Háskóla Íslands og rannsókn Sverris Bergmanns Magnússonar við viðskiptadeild Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri. Og svo var talað íbúasamráð og það var líka verið að tala ýmis verkefni og vegum sambandsins varðandi samskipti kjörinna fulltrúa sem bara mjög spennandi. Og í hádeginu þá var samráðsfundur framtíð tæknináms á Norðurlandi eystra og hann var skipulagður Háskólanum á Akureyri, Háskólanum í Reykjavík, Akureyrarbæ og SSNE. Fundurinn var haldinn í drift og hann var alveg bara ég myndi segja hann hafi verið mjög vel sóttur. Og það skiptir alveg ofboðslega miklu máli talandi menntamála við ýtum undir tækninámið. Okkur vantar svo mikið tæknimennta fólk hérna í þetta samfélag. Það alveg sama hvort að það hjá fyrirtækjunum eða hjá opinberum aðilum og það skiptir máli að við festum námið í sessi og að skólanir missi ekki kjarkinn þó að það sé misjöfn aðsókn að náminu. Og ég held að það þurfi mögulega eða einhverjum leggja að allir hér á svæðinu leggji smá á sig á að kynna námið. Þannig að það muni festa sig í sessi. Það hefur sýnt sig að tölvunarfræðin hefur fest sig í sessi og það eru 80 útskrifaðir einstaklingar sem eru starfandi hér á svæðinu sem fóru í gegnum það nám og það munar minna. Og svo áður en að ég kom hérna á bæjarstjórnarfund þá voru við framkvæmdastjóranir hér á svæðinu á fundi með almannavarnardeild ríkislögreglustjóra sem fundaði með almannavarnarnefnd í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra svo að vísa sig í fundarboðið. En þar vorum við að ræða fjölþáttaógnanir og hvernig við þurfum að bregðast við í framtíðinni og það var ansi margt athyglisvert sem kom fram á þeim fundi. Ég læt þetta vera lokaorðin og þakka fyrir mig. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá tæmd, eftirtaldar fundagerðir lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 5. og 12. september, bæjarráð frá 4. og 11. september, skipulagsráð frá 10. september, umhverfis- og mannvirkjaráð frá 2. september og velferðarráð 8. september og hægt að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins. Ég þakka fyrir góðan fund og segi fundi slitið.